Herðu, við ætlum að ræða áhrif efnaðarstefnu og tollastefnu Donald Trump og ríkisstjórnar hans á bara heimshagkerfið og kannski líka náttúrulega hvað áhrif það hefur sérstaklega í Bandaríkjunum og hvað áhrif það hefur síðan bara í alþjóðaviðskiptum og svo kannski hingað heim. Við ætlum að hafa þetta svona sem smá þema í vikunni og við ætlum að byrja hérna með Jónasi Atla Gunnarsinni, hagfræðingi, sem núna hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnuninni, þú ert nú ekki sem slíkur þér. Nei. Þú ert svona það sem er kallað makróhagfræðingur, er það ekki? Jú. Já. Skoða efnahagslífið úr 30.000 feta hæð? 30.000 fetum, sko, jú, einmitt. Herðu, og þú fær bara spurninguna sem engi getur svarað. Hvernig mun þetta enda? Þetta endar í, sem makróhagfræðingur, þá horfum maður alltaf fyrst til skamstíma, svo til meðalangs, svo til langstíma. Ég held að það sé nokkuð augljóst hvernig skamtíma áhrifin verða. Tollar þýðir bara verðhækkun. Þú ert bara að handstýra verðhækkun á vörum. Og með verðhækkunum kemur verðbólga. Og þessi verðbólga er ekki þannig gerð að hún sé einhver afspringi af þenslu. Þetta er svona það sem myndi kalla kreppu verðbólga, eða getur leitt til kreppu verðbólgu. Það er að segja framleiðsla minnkar og verð hækkar. Það er þólanlegra frá verðbólgu þar sem er hagvöxtur og verðbólga fylgir oft hagvexti. Já, þetta er svona þetta er verra að fá hana bara svona, en það er nú ágætis staða í efnahagslífi Bandaríkjanna svona almennt. Hún hefur verið ágæt, en þetta ógnar þeirri stöðu. Ef við lítum á til dæmis verðbólgu sem að Vesturlöndin hafa gengið gegnum núna síðustu 2 árin, þá er það svona þenslu verðbólga. Við höfum haft það gott og við erum að kaupa meira hlutum og þá hefur þurft að svona stilla af hitastigið á markaðnum með því að hækka vexti. Ekki alveg í Evrópu, þá kom svona orkukreppan. Svo er það. Ítti undir verðbólgu og það er ekki hagvöxtur þar. Og tollastríðið eða þessar tollahækkanir allavega sem eru nú þegar tilkynntar eru meiri ætt við þannig verðbólgu. Það mætti lítið á þetta sem einhvers konar uppskýru brest eða orkuskort eða eitthvað þannig. Og slíka verðhækkanir er alltaf miklu illviðráðanlegri og gætu leitt til þess að draga úr lífskjörum. Hvernig þetta mun enda svo, það er bara að fer eftir hvernig stóru ríkin spila úr þessu, sko. En ég held að Ísland þurfi bara að sitja hjá og horfa á að meðan vegna þess að þetta verður örugglega einhverja breytingar á verði sem að við munum flytja inn. Við erum náttúrulega viðkvæmari fyrir utanríkisviðskiptum heldur en flestir aðrir. Einhvern tímann lærði ég þá þumalputareglu að ef verðhækkun erlendis að þá er svona 40% af því kemur inn í neysluvísitöluna, af því að 40% af því sem þar er innfluttur varningur. Í Bandaríkjunum er þetta náttúrulega ekki svona, þeir framleiða miklu meira sjálf, þannig að áhrifin er ekki kannski, segjum að það sé 20% hækkun á innfluttum vörum. Hvað er það? Svona 20% af því geti farið inn í verðlagið? Minna myndi ég halda í Bandaríkjunum, sko. Minna? Myndi ég halda. Já, þannig að það leiðir kannski til 1-2% verðbólgu. Já, einmitt, og sko Bandaríkjamenn verða ekki þeir sem að munu líða mest fyrir þessar breytingar. Það er mest þróunarlönd sem að munu líða fyrir þetta. Og þeir sem að hafa verið að flytja út mjög mikið til Bandaríkjanna, textílframleiðendur eða demantaframleiðendur í Afríku, það eru þeir sem að finna mest fyrir þessu. Bandaríski neytandinn, fær kannski einhverja verðbólgu og bandarísk fyrirtæki náttúrulega þau finna mikið fyrir þessu, sérstaklega þau eru alþjóðleg líka. En þeir sem eru að framleiða fyrir innlenda markað, þau ættu að hafa það betra. Oft eru innframleiðendur, meira sem á Íslandi hafa verið frekar hlindir tollum en ekki. Til þess að verja sig. Já, einmitt. Þeir sem eru að framleiða fyrir innlenda markað og nota innlend vinnuafl til þess, þeir vilja fá eitthvað skonar, þá er tolla bara eins og vernd fyrir þeirra markað, það er markaðsvernd og þetta er bara eins og tollur á landbúnaðarafurðir það eru bændur eru fylgjandi því og matvælaframleiðendur. Svo að og ef maður horfir á Bandaríkin, þetta er náttúrulega risastórt land og eitt af fáum löndum sem að eru mætti kalla sjálfbær eða sem sagt, þú getur bara lokað á öll viðskipti við útlönd og Bandaríkin myndi samt standa. Það væri alls ekki þannig hjá flestum öðrum löndum, kannski bara Bandaríkin og Rússland sem eru þannig. En þetta hefur samt neikvæð áhrif
á þeirra velsæld en mun meira hjá öllum hinnum. Já, og þá getum við tekið kannski svona dæmi eins og það var lagður mjög hár tollur á Víetnam, það sem mikið framleitt af textílvörum og skóm og öðru slíku og flutt út til Bandaríkjanna, stærstuleiti og Vesturlanda. Slíkt hagkerfi fær mikið högg. Já. Það kom ekki allur Nike skónum sínum eða hvað sem að framleiða á innanlandsmarkaði í Víetnam. Já, og þetta hægir á þeirri efnahagsþróun sem að þessi lönd hafa verið í. Þetta hefur verið svona ákveðið ferli sem að þróunarlönd hafa gengið í gegnum til þess að verða að millitekjulöndum eða jafnvel ríkum löndum. Þess að þeir byrja í kannski landbúnaði, færa sig svo yfir í eitthvað svona iðnað sem mannaflsfrekur og síðan þegar teknar nógu háar og nógu mikið að fólki búið að mennta sig, þá færa þessu yfir í þjónustu og einhvers konar hugvits starfsemi. Það sem að Bandaríkjastjórn núna að vinna að færa sig aftur í iðnaðarstíð, fá aftur iðnaðarstörfin til Bandaríkjanna. Þannig að þeir eru eiginlega að fara tilbaka á þessari kurvu. Og afleiðingin af því að þú þá stoppa þessi lönd sem eru að vaksa til velsældar á þessu leið, þess að þau fá ekki nógu mikið að tekjum í þessum iðnaðarstörfum og þá myndu þau kannski hverfa aftur til landbúnaðar eða annarra starfa sem að þau geta nýtt ódýrt vinnuafl. Eða taka stökk. Kína líklega þarna 1,5 skref komið í þínum mælikvarða. Þau eru að færa sig og það náttúrulega mjög miklu öflugri innanlandsmarkaður heldur var fyrir bara 10 árum og 20 árum og 30 árum. Kínverska millistéttin ábyggilega fjölmennasta millistétt í heimi. Er það þannig að Kína auðveldra með að standa þetta af sér heldur en til dæmis Víetnam? Já, mun auðveldara. Bara út af því einmitt þessu. Kína miklu stærra markaðssvæði og með stærri millistétt sem getur haldið uppi eftirspurn á ýmsum vörum og þjónustu sem að þau framleiða. Og var að sömuleyti búin að undirbúa sig undir þetta skref. Maður hefur heyrt það svona frá kínverskum stjórnvöldum hvernig tala að þetta sé eiginlega svona næsta skrefið að ekki vera þessi útflutningsdrifna hagkerfi. Já, einmitt. Heldur að nýta þennan sífellt sterkari og sterkari innanlandsmarkað. En svo einmitt spurning hvernig maður mælir einmitt stærð millistéttarinnar vegna þess að bandaríski neytendur neyta miklu meira heldur en kínverskir neytendur eða evrópskir og til það farið. Þannig að þetta eru mjög verðmæti neytendur sem að þetta bitnar á þarna. Fólk sem að kaupi mjög mikið af dóti og sérstaklega sem framleitt í Kína eða Austur-Asíu. En það ekki stórkostlegt fyrir umhverfið að losna við amerískan neytendan úr heimsakjörfinu? Jú, það náttúrulega bara stórkostlegt fyrir umhverfið að gera ekki neitt og sitja. En þetta gæti dregið úr vöruflutningum á milli landa. En það samt svona óljós áhrif þar þrátt fyrir að myndi færa iðnaðinn heim þá eru samt ýmsir aðrir partar ýms önnur aðföng sem þarf að flytja á milli landa þannig að fer bara eftir því kannski hvort það séu skrúfur eða fulluna vörur í skipunum sem eru að flytja á milli. En þú segir áhrifin verði kannski minni í Bandaríkjunum heldur en maður gæti svo sem dregið ályktina af fréttaflutningi. En maður samt sérðu félög í Kauphöllinni eru að falla? Já, þetta eru alþjóðleg stór félög sem eru náttúrulega hafa hagnast mjög mikið á þessu viðskiptakerfi sem Bandaríkin hafa sett sér upp sem geta nýtt sér ódýrt vinnuafl allstaðar í heiminum og hafa því oft stóra starfsstöðar úti í heimi. Nike náttúrulega frægt dæmi sem með mikið af starfsemi sinni í Suðaustur-Asíu, Bangladesh og þessi fyrirtæki þurfa núna að borga greiða hærra verð fyrir sína framleiðslu og það mun fara yfir á neytendur. Þetta lítur ekki vel út í Kauphöllinni. Vísitalan hefur lækkað núna bara á flestum Kauphöllum í Vesturlöndum mjög mikið og það kannski bara endurspeglar svartsýnina sem að fjárfestar hafa gagnvart þessari stefnu. Og ekkert bændi til þess að botninu sé náð í sjálfu sér. Ég ekki að segja að þetta haldi áfram að falla en það ekki komin svona eins og stundu gerist svona einhver öngull
Nei, ekki enn sko, en þetta náttúrulega mjög nýskeið, en það sem þetta er ekki fyrsta skipti sem tollar eru hækkaðir og það sem gerist venjulega eftir að önnur ríki svari sömu mynt og svo jafnvel svarar Bandaríkin tilbaka og þetta er svona eins og vígbúnaða kapplaup, fólk hækkar bara og hækkar tolla og áhrifin verða meira og meiri. Sérstaklega ef að má leggja trúnað á það sem að Trump segir, hann sem er svona formúla á baku þetta sem að byggir einhvern veginn á vöruskiptahandla, ekki viðskiptahandla. Já. Að ef að löndin bregðast við að þá myndum að ætla, ef hann ætlar að þrýsta þessari formúlu í gegn, þá verði hann að hækka. Já, þetta er áhugaverð nálgun hjá honum og sem ég er alls ekki sammála að hann stefnir að því að vera ekki með neinn vöruskiptahalla við neinn önnur lönd og þá er þetta bara eins og kaupauki stefna sem að evrópski kaupmenn voru með fyrir 400 ári síðan endur svo á að vera með allt of sterkan gjaldmiðil og hýsli fullur af gulli og of dýrar útflutningsvörur til þess að vera samkeppnishæfar. Þetta er ekki til þess fallið að auka velsæld í Bandaríkjunum en hann samkvæmt hans skilgreiningu þá er þessi vöruskiptahalli ígildis einhvers konar tolla eða einhvers konar ójafnvægis en hann ætla mjög auðvelt að draga úr hallanum bara með því að fá ekki að flytja neitt út sko, og flytja ekki neitt inn tilbaka að svo að séu engin viðskipti en það græða fára því. En hann talar svolítið að eins og Bandaríki séu fórnarlamb þessa alþjóða viðskiptakerfi sem er nú að stóru leyti höfundaverk Bandaríkjamanna. Já, og ég held að sýni sig að þessi bandarísku fyrirtæki hafa allavega ekki verið fórnarlömb þannig að þeim hefur gengið mjög vel á síðustu árum og áratugum einmitt út af þessu kerfi og út af þessum frjálsu viðskiptum. Við erum núna Elon Musk tjá sig opinberlega að hann hefði helst vilja sjá enga tolla á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins og helst bara frjálst fræði vinnuafls. Þannig að það er greinilega ekki samhugur hana í ríkisstjórninni. Já, það sem að Trump er að ávarpa er svona vandamál í bandarísku samfélagi sem er afleiðing af alþjóða væðingu viðskipta og þetta er í riðbeltum þar sem eru svæði þar sem áður var sterkur iðnaður sem hefur verið lagður af, verksmiðjum lokað og ristar aftur í Mexíkó eða Vietnam eða Kína þar sem er ódýrara vinnuafl og varan síðan flutt aftur heim. Það lækkar verð til almenna neytenda en eftir situr fólk sem áður gat lifað svona sómasamlu lífi af verkamannalaunum. Það er svona góðsögn Bandaríkjanna svona 1970 áður en að verkalýðsstéttin hún hefur bara setið eftir síðan þá. Allur ávinningur af auknum viðskiptum og auknum hagnaði fyrirtæki hefur farið eitthvað annað en til verkafólksins. Og þegar hann var í Rósagarðinum að tilkynna tollahækkanir þá sá maður það náttúrulega, það voru hjálmar þá mættu forkólfar verkalýðshreyfingarinnar meðan iðnverkafólks mætti þarna til að fagna þessu. Já. Og þarna væri verið að færa aftur það sem hefði verið frá okkur tekið. Já. Ég er alveg sammála þessari skýringu. Þetta er það sem þetta hefur sýnt okkur kjör Trump og þessi undiralda sem hefur verið greinilega mjög gagnrýnin á þessi frjálsu viðskipti í Bandaríkjunum og þetta sprettur ekki upp á þurru. Þetta er út af því að það eru á mörgum svæðum sem að samfélag hafa lagst í rúst vegna þess að verksmiðjum hefur verið lokað og fólk hefur ekki getað fundið sér aðra vinnu á sama stað. Sýnir hversu mikilvægur vinnumarkaðurinn er og hversu mikilvægt það er að bregðast við breytum aðstæðum með því að tryggja fólki atvinnu og vegna þess að atvinnuleysi sérstaklega er mjög mikið á svona í litlum plássum. Við getum ímyndað okkur það ef að eitt álver myndi bara allt í einu loka hér og sem að lítið sjávarpláss myndi reiða sig á. Þá eru áhrifin mjög sjáanleg og mjög langvarandi og þetta er saman sem gerist með kolanámur í Norður Englandi þegar það er lokuð og þar eru riðbelti Bretlands eru þar algjörlega og þetta áhrifin erfast á milli kynslóða
og fólk svona, það hefur minni tækifæri eða hefur haft minni tækifæri í Norður Englandi heldur en í Suður Englandi til þess að bara að ná sér í góða vinnu og það bara allt út af einhverjum ákvörðunum sem voru teknar fyrir 40 ára síðan. Í Bandaríkjunum sjáum við á stórum svæðum hvít verkalýðsstétt sem hefur minni lífslíkur í dag heldur en var fyrir 10-20 árum. Já. Þannig þetta mjög alvarleg hnignun samfélags. Já, og því svona forgangsmál að mínu mati að tryggja að svona lokal atvinnuleysi eigi sér ekki stað til langs tíma. Svona iðnstörf eru líka þannig að þeir tryggðu fólki góða tekjur fyrir litla menntun. En hengurinn á því þá að þá var erfitt að finna sér aðra vinnu vegna þess að þú ert bara mjög sérhæfður með eitthvað færibandastarf og ekki nein önnur svona aðri valkostir í boði fyrir þig og missi vinnuna. Nei. Og þetta raunveruleiki í bandarísku samfélagi og á þetta var bent, þú kannski var ungur til að muna eftir Wall Street með Oliver Stone sem var held ég sýnd svona 84. Já. Hún fjallaði akkurat þetta, það sem að eru menn að kaupa verksmiðju til þess að skræla þeir innan og flytja störfin í burtu. Já. Og síðan eru liðin 40 ár og að það sem hefur verið að benda á hefur bara alltaf að raungerast grimmara og margir hafa bent á það að hluti af Sigri Trumps lá í þessu að demokratarnir voru alltaf að koma og segja jú víst hefur það haga alþjóðavæðingu viðskiptana það við erum að lyfta svona mörgum upp á fátækt en það var fólk bara eitthvað allt annars staðar í heiminum en eftir satt samfélagið sem að fólkið var fast inn í og hörnaði og möguleikar ungu kynslóðanar voru litlir eða þá að hún fór og skildi eftir það sem eftir sátu. Þannig þetta raunveruleiki í bandarísku samfélagi. Þetta raunveruleiki en mér finnst líka mikilvægt að halda því til haga að við erum annars verið að tala staðbundin áhrif, staðbundna skelli og svo ef við horfum á heildina þá hefur láglaunafólk hagnast mjög mikið á frjálsum viðskiptum og ódýrum neysluvörum sem að hafa lækkað einmitt í verði að raunvirði mjög mikið í Bandaríkjunum eins og öðrum Vesturlöndum. En maður hefur ekki séð það í bara lífsskilyrðum láglaunafólks í Bandaríkjunum eða verkalýðsstéttarinnar. Hún hefur setið eftir. Og völd hennar hafa náttúrulega líka minnkað. Það í þessum gömlu iðngreinum voru oft sterk verkalýðsfélög þar sem var hægt að knýja á kjarabætur og lífeyrisréttindi og sem mjög mikilvægt í Bandaríkjunum sem sagt heilsugæslu eða heilsutryggingar. Já. Í nýju greinunum sem hafa komið í staðinn sem þá meiri þjónustugreinar að þar eru yfirleitt veik verkalýðsfélög. Já. Til dæmis í tæknigeiranum og það eiginlega bara í gömlu greinunum sem urðu eiginlega náður fótfestu miðja síðustu öld þar sem verkalýðshreyfingin hefur ykkur áhrif. Já. Þannig að sömuleyti þá hefur það líka leitt til svona valdaleysis lágstéttanna. Já, í Bandaríkjunum, já, það er rétt hjá þér. Þótt fyrir höfum séð einhvern vísi að verkalýðshreyfingum eins og starfsmenn Starbucks að reyna að búa til sína stétt. Þannig að þau eru svona í fyrra á vegum Sósíalistaflokksins Chris Small sem að tókst að stofna verkalýðsfélag í New York hjá þeim sem að starfa hjá Amazon. Já, einmitt. Þannig að það er eitthvað sem hefur ekki gerst í marga áratugi í Bandaríkjunum. Við höfum séð eitthvað svona breytingu í þessa átt og það rannsóknarefni að athuga hvers vegna verkalýðsfélögin náðu ekki að fóta sér strax í þjónustugreinum. En það er ekkert náttúrulega að þið getið það ekki. Við höfum sterk verkalýðsfélög hér sem í þjónustugreinum og það kannski líka hluti af stóri þróun sem á sér stað á öllum Vesturlöndum bara hnignun félagasamtaka almennt. Já. Þannig að þú kannski ekki alveg þannig en þú kaupir sjúkdómsgreiningu Trump á þessum riðbeltum en þú kaupir ekki lækninguna. Nei, alls ekki og ég held að færa fleiri iðnaðarstörf til Bandaríkjanna með þessum hætti, með handstýringu geti ekki leitt til aukinnar hagsældar til lengri tíma litið og sérstaklega ekki við lítum á heildina.
Svo líka við það sko, langum við að bæta að það hafa fyrirtæki reynt að flytja störf til Bandaríkjanna en núna þurfa þau samt að greiða hærra verð fyrir alla aðfengin sem panta utanfrá en þess að náttúrulega það ekki hægt að framleiða allt þú þarft alltaf á einhvers konar alþjóðaviðskiptum að halda þrátt fyrir að hafa innframleiðslu innanlands. Og meira það sem að við höfum ábyggilega mörg séð svona dæmi að það tekinn svona einhver bíll og hvaðan hann umverulega þótt hann sé þýskur að þá hann eiginlega allstaðar að úr heiminum og eftir alþjóðavæðinguna í marga áratugi þá náttúrulega innframleiðslan orðin að miklu leyti svona. Þannig að það getur kostað sko gríðarlega vinnu og þrek að skrúa ofan að þessu að láta hvernig einasta þátt inn í bílnum vera framleiddan innanlands, það eiginlega einmitt. Þetta eins og ég nefndi áðan þetta ferli sem að lönd hafa gengið í gegnum á síðustu áratugum að fara úr landbúnaði og í iðnað og svo í þjónustu. Þetta rosalega sterkt og þetta þú getur nánast teiknað og spáð nákvæmlega fyrir því með hversu ríkt land þú ert, hvar þú ert á kurfunni og hefur verið þannig síðustu áratugi. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, hann kenndi mér hagfræði eða hagsögu í háskólanum. Hann kallaði þetta tuskudýra lögmálið. Það sem að tuskudýrin sem að hann lék með þegar hann var lítill, þau voru framleidd í Suður-Kóreu. Svo fóru þau yfir til Indlands og svo núna eru komin til Bangladesh. Og það vegna þess að löndin voru á ákveðnum staði í tekjuþróuninni þá en þegar þau eru komin yfir ákveðið mark þá ekki lengur með samkeppnisforskot til þess að framleiða svona vörur og með því að færa sig aftur í iðnaðar frekan eða sem sagt í atvinnustarfsemi sem reiðir sig mjög mikið á iðnaðar greinar þá maður að það léttasta leiðin til að gera það með því að lækka þjóðarframleiðsluna sína vegna þess að þá auðveldast þá þetta vænsti kosturinn en núna eru bara aðrir betri atvinnumöguleikar og það þess vegna sem að við erum ekki líka að sjá mikið af iðnaðarstörfum í Bandaríkjunum eða öðrum Vesturlöndum. Og þú telur einhverja annmarka á því að flytja það aftur til Bandaríkjanna? Já, það óhagkvæmt, held ég. Já, en ef að Trump eða einhver myndi segja sér svo, já þá kostar bara tuskudýrin meira, en á móti kemur að það verður meiri kaupmáttur meðal verkafólks, þannig það hefur þá efni á að kaupa dýrari tuskudýr, því að þetta getur ekki gengið þannig til lengdar að við ferðumst bara heiminn í að leita að fólki sem til í að vinna nógu ódýrt fyrir þessa tuskudýra framleiðendur. Við getum ekki látið það stjórna uppbyggingu heimsviðskipta. Nei, við vorum nú með meiri innanlandsframleiðslu á Íslandi fyrir mörgum áratugum síðan, vorum ekki með íslensk raftæki, Rafa og þau voru mun dýrari en raftæki eru í dag og ég held að kaupmátturinn okkar hafi ekki verið meiri eða ég held að kaupmátturinn hafi einmitt aukist vegna þess að við getum keypt ódýrari vörur kaupmáttur, ég sé bara ekki hvernig kaupmáttur getur aukist með dýrari framleiðslu og minni eftirspurn þar að leiðandi vegna þess að þegar eftirspurnin lækkar þá lækka tekjur fyrirtækjanna og þannig lækka laun þeirra sem vinna hjá fyrirtækjanna. Þú lýsir að hagkerfin sé að þróast frá því að vera landbúnaður, eitthvað svona bara fólk að afla sér matar yfir í innframleiðslu og svo yfir í þjónustu. Bandaríkin eru komin yfir í þjónustuna. Trump virðist bara miða við vöruskipti og ætlar að ná jafnvægi því. En ef þú tækir viðskiptajöfnuðin með, er þá dæmi bara einhvern veginn allt öðruvísi og getur þetta leitt til þess að Trump og hans félagar skaði efnahag Bandaríkjanna að því leyti? Já, sem betur fyrir ekki lagðir tollar á þjónustur og sem betur fyrir okkur Íslendinga myndi ég segja, þannig að þá er það Evrópulönd og Vesturlönd sem myndi finna mun meira fyrir slíkum álögum við erum náttúrulega ferðaþjónustan okkar að miklu leyti fyrir bandaríska ferðamenn og
og ferðaþjónusta mun alveg finna fyrir þessum áhrifum og þessum tollum vegna þess að kaupmátturinn mun lækka í Bandaríkjunum og þau mun ekki geta ferðast í jafn miklu mæli til Íslands, tel ég, ef þetta heldur svona áfram. En það eru bara óbein áhrif. Þannig að beinu áhrifin væri mun meiri á ríkari lönd ef væri setta takmarkanir á þjónustu viðskipti milli landa sem að mun erfiðara, það sem að þú ert bara á netinu og getur gert hvað sem en núna eru áhrifin verst á lágtekjulöndin og það það sem að eiginlega sárast í þessu öllu að þeir sem að framleiða vörur þau lönd eru venjulega með lægri tekjur og finna því meira fyrir skellum. En varðandi þessa þróun, eins og þú ert að tala þetta sem nættur svona náttúrulega þróun, að það að ætla að færa Bandaríkin út úr því að vera næstu því bara fullkomið þjónustuhagkerfi yfir í að vera með innvæðingu líka. Hvaða áhrif hefur það á, svona bara... Gengisfellir menntun, kannski. Gerir það minna arðbært að sækja sér menntunar og því kannski endari með fólk sem að vinnur iðnaðarstörf en hefur sérhæft sig í að smíða gervilimi eða eitthvað annað eða vera með einhverja flotta þjónustu sem að var ekki til fyrir nokkrum áratugum síðan. Þannig að það sem hefur gerst með þessi ríkari lönd að ný störf geta orðið til og nýjar þjónustur og nýjar leiðir til þess að bæta líf allra. Þannig að það það sem að eru neikvæða áhrifin af þessu að fólk vinni í störfum sem að ekki hagkvæmast fyrir það að vinna í. En við vorum með svona uppbyggingu iðnaðar aldamótin, reist álver á Austurlandi. Ég man að einhvern tímann 10 árum seinna þá kom fram að það var stór hluti að þeim voru raunverulega innflytjendur af því að það var ekki hægt að fylla störfum öðrum hætti. Trump geti gert það nema hann eiginlega á móti innflytjendum. Það ekki þannig að þetta geti orðið það bara viðbútt í hagkerfinu, ný innvæðing Trump sem þá, þar geti innflytjendur komið og starfað. Já, og það hægt að búa til, ríki getur alveg búið til grundvöll fyrir ákveðnar atvinnugreinar og í rauninni að gera það mjög oft hvort sem með afskiptum eða afskiptaleysi það verður að búa til einhvers konar betri aðstæði fyrir ákveðnar yngarinn til þess að starfa og aðrar til að starfa ekki og það einmitt mjög gott að fá innflytjendur og þú veist, hans atvinnustefna gæti alveg miðað að því að segjum sér svo að auka bílaframleiðslu og með einhverjum öðrum leiðum heldur en tollahækkunum. Það ekki ákvörðun að bæta atvinnuumhverfið eða atvinnustefna sem í sjálfu sér vond. Það er miklu frekar aðgerðina sem hann notar til þess að komast að það. Þannig þú ert ekki á móti því að stjórnvöld séu með svona virka atvinnustefnu. Eins og sömuleyti finnst manni hafi farið svolítið úr tísku hjá ykkur hagfræðingum. Það var meira kannski á síðustu öld það sem að ríki beittu sig fyrir. Við þekkjum það hérna voru aðgerðir til þess að ýta undir skipa smíðar og alls konar sem að síðan hefur fjarað út og dáið. Við erum kannski með svo neikvæða myndaði svo Íslandi en ef við færum okkur bara til Japan eða Kóru að þar voru stjórnvöld með mjög virka uppbyggingu atvinnugreina sem að tryggði þeim mjög hraða aukningu eða þess bætingu á velferð. Já, og atvinnustefna hefur komist meira í tísku einmitt á síðustu 10 árum. Suður Kórea einmitt hefur verið nefnd oftast sem dæmi vel heppnaða atvinnustefnu og ég held að sé bara mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það alltaf einhver atvinnustefna í gangi og hún þarf bara ekki vera framkvæmd með rosalega handstýrum hætti en það eru alltaf einhverjar ívilnanir hér og þar eða þú veist, tollaafslættir eða eitthvað sem að leiða til þess að allar atvinnugreinar standa ekki á sama borði. Nei, við þekkjum það hér að við vorum með sérstaka lánasjóði til landbúnaðar eins og iðnaðar og sjávarútvegs þar sem að var verið raunverulega að fikta í því á hvaða kjörum fólk fyrirtæki gátu sótt fér til fjárfestinga og í
það voru eiginlega stjórnvaldsákvarðanir í Japan, eiginlega frá stríði og fram til 1990 eitthvað það leiti að hversu mikið fé úr bankakerfinu átt að fara í byggingariðnaðinn og hversu mikið átt að fara þar og þar með tókst þeim að búa til þessa miklu velsæld sem að þar er. Já, og svo getur svona stefna líka algjörlega misheppnast. En hérna ef þú veðjar á rangan hest og nýtir ekki það samkeppnis það svona þá náttúrulegu yfirbyrði sem að kannski landið þitt eða hagkerfið þitt hefur. En í Austur-Asíulöndin, Japan og Kórea náðu að nýta sér þetta einmitt að fara og styrkja réttu atvinnugreinar sem á voru einmitt í þessu ferli og náðu að taka þá og færa iðnaðarstörfin frá Evrópu og yfir til Asíu. Já. Og það svo náttúrulega kemíski kommunistaflokkurinn sem hefur staðið fyrir stórkostlegustu atvinnuuppbyggingu sögunar í Kína og þótt að það sé ekki öllu miðstýrt ofan í minnstu smáatriði, markaðnum lyft að ráða og þá grunnkerfið er miðstýrt. Jú. Markmiðin eru algjörlega ljós. Mjög mikil miðstýring þar og það er svo sem erfitt að átta sér nákvæmlega á hvað er í gangi þarna en heildarmyndin er samt nokkuð skýr að velsæld hefur aukist þarna út af miðstýringu og íhlutun stjórnmálamanna. Og meðal annars gengið stýrt að þeir passa sig á að halda genginu lágu til þess að tryggja að vörur þeirra seljist út allan heim. Jú, en það hefur einmitt svo skapað mikla kerfislega áhættu í Kína að einmitt genginu sé stýrt og raunan að hagkerfinu sé handstýrt það sem að hrunið getur verið alls svakalegt ef að væntingar breytast aðeins. En það er alltaf verið að spá því. Manstu ekki eftir að meðan fasteignamarkaðurinn átti að vera að hrynja í Kína einmitt. Það var ekki heyrt það kannski í svona 3-4 ár en það voru fréttir í 10 ára tímabili þar sem þetta var bara að fara að skella á. Já. En einhvern veginn hafa þeir lifað af. Þeir settu náttúrulega strangari kröfur eigið fé og settu svona hömlur á hversu mikið þau gátu þannist út og svo svona einhver stór fyrirtæki sem er svona lögðu bara einhvern veginn, leyfðu að lognast út af. Já, það er einmitt málið með ógagnsæi. Þú veist aldrei hvað er fyrir en að skaðin er skeður. Leit út fyrir að vera í góðum málum þangað til að það fór á hausinn en það var líka vegna þess að bókhaldi var ekki opið eins og er í skráðum fyrirtækjum og kauphöll þannig að við þurfum bara að spyrja leikslokum þar. Getur verið að því að nefna dæmi sem er svona viðskipta undur eins og Kórea, Japan, Kína getur verið að Trump og einhverju kringum hann er ekki eitt, þetta sprettur ekki út á haustum á honum, það er einhverju menn sem hafa þessar skoðanir. Getur verið að það sé verið að taka mið af þessu að kannski svona síðustu 40 ár á Vesturlöndum hafi kannski ekki verið svo klók? Jú, ég held að það sé algjörlega það sem er að gerast að bæði stjórnunarstíllinn að vilja sterkan leiðtoga og svo kann það líta heillandi út að geta svona rettað bara málunum sjálfur og búið til mjög mikla hagsæld bara út frá eins bítur en náttúrulega regimunurinn liggur í því að Bandaríkin er eitt af ríkustu löndum í heimi og getur ekki svona á erfiðara með það að ná hinum löndunum eins og gerðist í Asíu og það var náttúrulega miklu auðveldara að vera fátækland og verða ríku heldur en að vera ríkt land og vera ennþá ríkara vera að spila catch-up eins og Bandaríkin myndi segja það. Og það er það sem að Trump trúir að segja hægt en þú efast um. Ég efast um það, já. Ég varandi tolla, að því að það var náttúrulega tollar eru búin að vera síðan Guðmávita hvenær, þeirra bara ætlaði að gera ykkur fjallaskarðsræningja sem funduðu upp að veri betra að taka þér bara 20% og í hvers skipti sem þú færir yfir í staðan fyrir að drepa það einu sinni og taka allt. Já, þannig urðu borgi til, Kaupmannahöfn var til sem toll borgi fyrir Eystrasaltið og Istanbul fyrir Svartahafið. Já, en núna ég man að þegar við byrjaði að tala um þetta bara stutt eftir áramót þegar það var ljóst hvert Trump vildi fara, þá fekk ég Þorvald Gylfason og hann sagði við mig að ég myndi ekki finna neinn hagfræðing sem að tæki undir þessar kenningar að tollar væri góðir
og ég velti náttúrulega fyrir mér, það getur nú ekki alveg verið þannig, nema allir hagfræðingar séu bara orðnir menntaðir í nýfrjálshyggjunni á þessum tíma, að það sé orðið bara að hagfræðin sé orðin hugmyndastefna frekar heldur en að því að ég hlustað á hagfræðingar sem að leggja áherslu á svona að við ættum að horfa kannski aðeins aftur til svona árangus af svona nation building, þar sem að voru byggðir upp innviðir og byggðir upp sterkari samfélög með tildulega svona skýrri atvinnuuppbyggingu og öðru slíku. Og þá ekki bara vísað í lönd eins og Japan og Kórea sem voru miðstýrið, ég tala ekki um Kína, heldur líka bara í okkar eigin sögu, í Evrópu og Bandaríkjunum, hvernig þau byggðu þessu upp. Og sömuleitt eru tollar bara eitt af tækjunum sem eru notað til þess að styrkja okkar hagkerfi og það standi betur til lengri tíma. Já, tollar eru notaðir og það er fullt af tollum á Íslandi núna og það af ýmsum ástæðum. Fólk telur að landbúnaðinum sé betur borgi ef þess að við erum til að lifa í skjóli tollverndar og það má færa rök fyrir því að það sé betra fyrir okkur að kunna búa til mat heldur en að kaupa ódýran mat annars staðar frá. Séu öryggisatriði, betra fyrir umhverfið, jafnvel hægt að halda því fram að séu mér þess að hollara. Og þessi rök má færa úti í aðra atvinnugreinar. Það þótti mikilvægt fyrir Evrópulönd að vera með eigin vopnaframleiðslu og þess vegna var hún svona í skjóli. Og aðrir, öryggis og hefur komið ljós að síðan á kannski síðustu 40 árum hefur það svona þannig að framleiðslu geta Evrópu í vopnum orðin miklu veikari heldur en kannski allir byggust við. Jú, einmitt og það bara eins og það og ef þú kannt ekki að gera eitthvað hluti þá þarf það að reyða annað fólk en það náttúrulega sú heimsmynd sem orðið til á nýfrjálshyggju tímanum að lönd reiði sig á hvort annað og hvert annað til þess að geta framleitt vöru með sem hagkvæmustum hætti og það örugglega það sem að Þorvaldur var að vitna í að þetta hagkvæmasta ráðstöfun fjármuna og auðlinda að þú einbyttir þér að gera það sem þú ert góður í en þjóðaröryggi, við erum ekki góður í þjóðaröryggi við hagfræðingar eða fæðuöryggi, það líka svona loðið hugtak sem að kannski ekki skilgreint mjög nógu mikið í hagfræðinni þannig að það auðvitað má... heldur í réttlæti og fleira, það margt sem að var í hagfræðinni fyrir kannski svona 150 árum sem hefur svona dottið út þar sem að menn töldu sig alveg geta fjallað innan hagfræðinnar. Já, fyrst þú ferð aftur 150 ár þá held ég nú að þessir bresku hagfræðingar sem bjuggu til fræðigreinina hefði verið líka á móti tollum og voru aktíft það á sínum tíma en fyrst þú nefnir líka og ég kannski gleymdi að nefna það áðan að stór ástæða fyrir því að Japan og Suður Kórea náðu að vaxa svona hratt og líka vegna þess að þau fengu styrki frá Bandaríkjunum og sama með Ísland, við fengum Marshall-aðstoð og gátum byggt okkar velsæld á því þannig að það ekki það að tollarnir per se hafi gert það ríkari þeir bara skemmtu ekki það mikið fyrir og það tollarnir eitt að tækjunum og það kannski mætti þá spyrja þessa aðgerðir Trump ef maður að bera þetta saman við hvernig það var í Japan eða Kína eða Suður Kóreu eða bara í Evrópu á síðustu öld að þá þegar menn beittu tollum að þá voru menn líka með svona virka atvinnuuppbyggingu á öðrum tíma, voru með mjög virka innviðauppbyggingu, að byggja upp vegakerfi og hafnir og eitthvað fleira og þá var hugmyndin sú að fyrirtækin hefðu ókeypis aðgengi að sterkum innviðum. Verkafólki hefðu ókeypis aðgengi að innviðum sem var heilbrigðiskerfi, menntakerfi, dagvist og annað slíkt og fengi aðstoð við að koma sér upp húsnæði og eitthvað fleira. Þetta var svona hluti af þessu svona neysubildi þar sem að tollarnir voru kannski ekkit svo stórt atriði í allir heildar uppbyggingunni. En hjá Trump virðist bara þetta verið eftir þess að hann virðist engan áhuga af öllu hinu. Nei, einmitt. Og svo segja líka aftur að Bandaríkin það stórt land og margslungið að
þeir geta alveg sérhæft sig í mörgum hlutum og það er alveg rými fyrir margar atvinnugreinar til þess að dafna og vaksa. Þetta er ekki eins einhæft hagkerfi og Ísland getur verið eins mikið við viljum fjölga okkar útflutningsstöðum þá verða það bara ákveðið marga þannig að við erum bara það lítið land. Já, Trump ég áttum ekki alveg á hvert enda takmarkið hans sko, en það er örugglega bara það að geta verið með meira samningsvald held ég og að geta dregið úr viðskiptum með handafli held ég sé frekar heldur en einhverjar flóknar hagfræðikenningar sem liggja baki. Ef maður tæki svona alla hagfræðinga heimsins með stundu gert varðandi loftslagsmál þess að þeir nöttu bara með alla vísindamenn heimsins og það er bara 99,8% eru sammála því að þetta sé staðan en það er 0,2% sem eru það ekki. Er þetta svipuð staða með Trump á móti bara allri kanónu hagfræðinar? Ég hef nú verið að hlusta á suma Stiglitz og fleiri og ég finn erfitt að finna eitthvað sem er að mæla þessu bót sko. Já, það er rétt við það er mikill meirihluti hagfræðinga og þeir eru ósammála flest en tollar eru og frjáls viðskipti milli landa eru svona það sem flestir hagfræðingar eru sammála en þeir eru nú til samt sko þeir eru ég myndi kannski segja 70-30 eða 80-20 sko í kanonu en það eins og ég nefndi áðan þú veist það er fullt af rökum fyrir álagningu tolla og þau eru ekki öll vitlaus þannig að þrátt fyrir að hagfræðilegu rökin séu gegn því þá er alveg mál fær rök fyrir að það þurfi samt að setja á tolla sko. Já, og það er oft sagt að þegar það kemur af þjóðríkjum að þá er það öryggi sem er fyrst og fremst eins og þú nefndir með matvælaframleiðslu það getur verið rök fyrir því að fella burtu tolla á maturum það getur verið önnur rök sem eru gegn því og það er eiginlega þannig öryggishagsmunirnir eru langefstir og sumuleyti er orðræða Trump mikið einhvern veginn þaðan eins og hann segist þurfa að fá Grænland og fleira og þetta er svona öryggissjónarmiða tal og að aðra þjóðir séu að misnota Bandaríkin og þau þurfa að styrkja sig gagnvart einhverjum öðrum. Þannig að einhver leyti er svona driftin í þessu hjá honum ekkert endilega hagfræðilega. Nei, þetta getur verið bara afleiðing af þessu auknu öryggistali sem við kannski til komi út af aukinni hræðslu og svona aukinni spennu í alþjóðasamfélaginu. Og já. Til skemmri tíma verðbólga í Bandaríkjunum, mikið áfall fyrir viðskiptalíf smærri ríkja og sem eru háðar í útflutningi til Bandaríkjana. Já, getur verið bara alvarlegt ástand sem getur orðið þar og þau þurfum að endurskipulagða sig. Já. Einhver leyti þá færast viðskiptin til. Kannski komið út í pólitík að spyrja þig þannig að er ekki líklegt að til dæmis Kína eða Vietnam bara beinið viðskipti svona meira til Evrópu og það er ekki gefið að Evrópa hafi hag af því að skottast á eftir Bandaríkjunum í þessu. Nei og það er líka ekki gefið hvernig Evrópa mun bregðast við og mjög mikið af ódýrum kínverskum vörum flæði inn á evrópska markað og gæti verið þá að evrópski stjórnmálamenn sjá sér hagið því að hækka einmitt innflutningstolla. Til þess að breiði ekki út riðbeltin hjá sér. Já. Það sem að fara gæti alveg skerst þannig að já, það er ekkert ljóst í þessu sem sko. Þannig að einhver leyti er þetta eins og stríð og þá er það þannig að það hefur svona náttúru til þess að stigmagnast og það ávið tollastríð og það segir sagan okkur. Já og dreifir úr sér á neikvæðan hátt sko, einmitt. Þetta það er allra tap af tollum og þess vegna kannski sem að eru svo margir hagfræðingar ósammála tollum er vegna þess að þetta dreifir úr sér og er neikvætt fyrir alla hlutaðeigandi. Já, en það stoppar ekki að það geti gerst og allt í einu séu við komin inn í þá heim sem er kannski flesti sammála að er verri struktúr heldur var áður en við erum bara föst í honum. Já, það getur vel gerst. En afleiðingin fyrir Ísland? Við gera lítið úr sjávarútveginum, það er nú flutt eitthvað af fiski en það er talið að sjávarútvegin ætti að geta staðið af sér lyfin sem var nú talað til þess Alvotech að það er víst ekki tollur á þeim. Nei. Þannig að það hljómar svona eins og þetta sé við sleppum billega eins og þetta. Jú og ýmsir hafa sagt, 10% tollur, minna en tollurinn sem að norskir fiskútflytjendur fá en ég held að bandarískir fiskframleiðendur muni taka meira
frá okkur heldur en við tökum frá norskum fiskútflendingum, ef við getum orðað þannig. Við gætum, já, verið með eitthvað hlutfallslegt forskot en að svona heildaráhrifin eru örugglega neikvæð þrátt fyrir að séu lítil. Svona stærstu áhrifin sem þetta hefur á íslenskt hagkerfi held ég að verði bara í aukinni innfluttri verðbólgu. En síðan getur komið áhrif af einhverjum samdrætti í alþjóðaviðskiptum. Minnkandi kaupmáttur Bandaríkjamanna geta haft áhrif á ferðamannastraumingar. Já, það er einmitt svona ef þú horfir til millilangs tíma sko. Það er kannski ekki skammtíma áhrifin en það eru mjög líklega afleidd áhrif af því að framleiðsla dragi saman í heimsagkerfinu og á Vesturlöndum og þar munum við mest finna fyrir því minnkandi eftirspurn eftir Íslandi sem ferðamannastað. Og millilangstíma, hvað til langstíma? Já, hver veit, segi ekki. Það er kannski, muni verða eitthvað hvati eða áskoranir að menn setjist niður og semji. Já. Og þannig eigum við mörg alþjóða samninga á fyrri árum sem að voru það að lækka tolla, hægt og bítandi. Já. En það tekur miklu lengri tíma heldur að hækka þá. Já, við höfum söguleg fordæmi, það voru Bandaríkjum settu á tolla fyrir 80 ára síðan, eða 90 ára síðan og bjó til svona heimsagkerfi þar sem að var minn sterkari innlendur iðnaður og svo var því svona undið af svona hægt og rólega á næstu áratugunum og það tekur kannski 3-4 áratugi og tekur í burtu stríði sem átti sér stað á milli. Þannig að það gæti verið að geti vel gerst aftur að framleiðslu mynstrin breytast innan landa og að þau muni halda áfram að vörur verða aðeins dýrari og aðeins og framleiðsla aðeins minni en hún hefði annars verið í nokkra áratugi en svo kannski breytist aftur, hver veit. Svarið kemur líka úr pólitíkinni hvað árið þetta mun hafa á hana. Já. Hvernig þróunin verður. Herðu, Jónas Alli, takk fyrir að koma hingað og tala þetta er stór tíðindi. Já. Það hefur verið líkisu, þetta verið svipað og þegar Nixon tók gullfótinn undan þetta út. Já, þetta eru stóra vendingar í alþjóðaviðskiptum. Því verður ekki neitað. Já, herðu, takk fyrir. Takk fyrir. Herðu, við munum halda áfram að tala tolla og efnahagsstefnu Trump svona á næstu dögum, en við rauðaborðið er eitthvað allt annað á dagskrá. Það er meistari megas, eins og stundum er sagt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is